heldur betur og við erum komin í samband við Katar og það gestur Einarsson frá Hæli. Heill og sæll. Hæ, komið, sæl og blessu, hvað þið? Við erum bara rosalega hress og kátt. En þú? Ég bara mjög hress og kátur nema ég öskufúll yfir því að maður sé að missa öllum þorrablótum og súrmat. Greið. Þú fær hérna 35 stæði hita í staðinn. Já, ég minna þetta er bara að verða allt og heitt. Ég fór út í smá verslunarferð áðan og ég bara var alveg uppgefin eftir það því að það er svo heitt. Já, þú ert ekki vanur sem hita. Já, þetta er bara óþolandi þessi hiti. Nei, þetta er yndislegt. Mér langar alveg í smá hita núna. Já. Herra, vindum okkur yfir í handboltan. Það er stórleikur í dag, Danmörk, Ísland og samkvæmt fjölmiðlum og þessum svona handboltaspekingum, sérstaklega erlendis frá að þá spá allir Dönum sigri og segja bara einfallega að Ísland á ekki möguleika. Hvað segja strákarnir? Við strákarnir náttúrulega telja sér alltaf vega möguleika. Það væri náttúrulega hundleiðilegt að fara bara í leik og bara, að segja bara að þau sé ekki að fara að vinna. Nákvæmlega, þess vegna... Þeir eru allan daginn að fara að leggja á sig hart. Já, þess vegna væri ekkert... Ég hef á tilfinningunni að strákarnir sé að gera eitthvað bak við tjöldin því að þeir eru svo rólegir yfir þessu að það er alveg hálfa verið hellingur. Já. Og við erum náttúrulega að mæta þarna Guðmundsinni fyrir þetta landsliðsþjálfara og hann náttúrulega þekkir alla drengina útöðin nema Gunnarstein. Já. Sem kom þarna flotturum mitt inn í síðasta leik. Nákvæmlega og Róbert Gunnarsson, hann segir að þeir vita nákvæmlega hvernig Guðmundur hugsar og hvað hann muni segja við strákana og jáfnframt þá náttúrulega þekkir Guðmundur íslenska liðið ansi vel. En öll pressan er eiginlega á Dönum. Já, það er öll pressa á því. Það er náttúrulega líka bara út af því að þeir eru náttúrulega með innanborðs bara bestu handboltamenn í heimi. Og eiga að vera þannig sem við eitt besta þjálfar í heimi. Já. En það er engin pressa á okkur Íslendingum. Við erum búin að ná til dæmis til að byrja með bara markmiðin okkar. Já. Í 16 úrslitum og þetta vilja strákana alltaf fara lengra. En þetta er svona raunhæft. Og eins og ég segi sjálfur að þá er mér eiginlega alveg saman hvernig þetta endar. Ég er stoltur af strákunum mínum, bara að hafa komist í 16 úrslitin. Algjörlega, og það er náttúrulega ennþá sætara að sigra Dani. Sérstaklega eftir að hafa fengið svona skít frá mörgum fjölmiðlum. Já, og og það verður náttúrulega bara draumurinn og ef við vinnum Dani þá náttúrulega, þá er eitthvað, við verðum mikið veisla. Þá höldum við alvöru þorrablót. Já, nákvæmlega. Sláðu beisli þegar þú kemur. Já, þeir eru mikið búin að velta þessu fyrir sig þessi strákarinn í landsliðinu. Akkur í óskupunum ég er alltaf að spyrja súrmat og þorrablót. En þeir átta sig svo fljótlega því að maður er náttúrulega frá Hæli, þannig að það var þorrablót náttúrulega þar helgina, þannig að ég gæti ekki hugsað um annað en súrmat. Já. En svo var það fréttin sem var að koma núna í hádeginu klukkan 11 að Aron verður ekki með gegn Dönum. Já, Aron Pálmarsson verður ekki með og það er náttúrulega leiðilegt en menn mega náttúrulega ekki hætta besta handboltamanni heims í svona. Ef maður fær höfuðhögg að það getur bara verið stór hættuleg. Já. Og náttúrulega meðan hann er ennþá með einkenni heilahristings að þó að sé bara smátt fyrir þessu einkenni að þá er það hættulegt að það er ekki, við tökum ekki sénsinn. Og ég get alveg sagt að Aron vill spila. Já. Hann er ekkit að, hann telur sig alveg skyldan til að spila og allt það og það er bara, það er læknirinn sem er að halda hann niðri. Jú. Sem betur fer. Algjörlega, það verður að... upp á framtíðin að gera. Já. Við viljum hafa þennan leikmann í lagi upp á framtíðin að gera. Við viljum ekki fara að skemma handboltafyrirlega út af einhverjum einum Danaleg. Takk fyrir. Hvað segir okkur þá af Björgvini markverðið? Hann er búin að vera eitthvað slappur, víst? Já, hann var fyrir svona flensu einkennum í gærkvöldi, leiðindi bara. Það er nefnilega furðulega margir hérna út í Katar búin að fá svona smá kvef og eitthvað svona. Já. Og hann verður sennilega með í kvöld. Ok. Og ef maður þekkir rétt þá á hann eftir ég ætla ekki að segja stórleik, Já, við vonum það besta allavega. Já. Það verður þannig. En annars er bara hópurinn flottur, þeir voru rosalega ánægðir bara eftir geta söguna að fá sér loksins eitthvað annað en Bólunes. Já. Eins og Kári Kristján okkar maður sem lendingur sagði og þeir eru bara
innbeittir að næsta leik og svona. Og hvað var Kári að tala að langar honum í Sviðasöldu eða? Já, sjálfsögðu. Þetta náttúrulega alveg maður, sko. Já, nákvæmlega. Suðurlandinu. En 16. úrslitin hófust í gær og Austurríkismenn þeir duttu út. Veistu það er alveg ótrúlegt hvernig Patti, þjálfari í Austurríkis, Patrik Jóhannesson, hvernig hann næra að tækla fjölmiðla og fleira, sko, hefði maður persónulega verið þjálfari í gær, maður hefði gjörsamlega trompast. Því að bara dómgæslan var alveg ógeðsleg í þessu fyrstu mörgum. Já, ég tók eftir því. Og þetta er bara ljótt fyrir handboltan, en eins og Patrik Jóhannesson náði í ósköpunum að orða þetta bara, ég hef verið fúll í svona klukkustund, svo er þetta búið, við erum ánægðir með okkar lið náttúrulega, við náðum allar liðum, við náðum að gera okkar besta, ég er stoltur af leikmannum, ég er stoltur af mótinu sjálfu, bara fyrirkomulagið og allt þetta í kringum þetta heimsmeistaramót og ég er ekki að fara að setja svartan blett á þetta. Nei. Þetta er samt ljótt, sko, leiðilegt að svona miður hvernig dómgæslan var og mér fannst persónulega líka svona á móti Egyptum, þið munir nú eftir því. Já. En ég veit að fyrir móta þá mættu allir dómararnir saman í ákveðin fund og þar var farið yfir hverju þeir ætla að breyta og hverju þeir ætla að taka meira á og mér finnst þeir bara algjörlega að vera að breyta handboltanum bara til eins verra. Já, það finnst mörgu það, svo eru aðrir sem eru sáttir með þetta, en sko, ég veit allan að það eru hérna með þjálfararna og fleira sem við tala við að þeir eru allir sammála því að þetta er svona, fullmikið að því góða, en eins og ef þú horfið frá dómarahliðinni sjálfri, að sko, þá er hann hérna, sá sem verið dómarum hérna á Íslandi, hann sendir alltaf pistil eftir hvert leik dómgæslu, og þá eru dómararnir samt sem þeir eru að fara eftir þessu reglum og að fara eftir nákvæmlega eins og var sett upp með, þannig að frá því horfi að þá er í dómgæslan svo sem ekki búin að vera þannig sé slæm, eins og maður kallar það. Nei, en það er bara búið að nú er verið að taka á ákveðnum hlutum og það finnst mér hafa til dæmis breyst að leikmennirnir eru farnir að leika. Já, það er nefnilega, en ég þóra ekki að segja það hvort það sé að leika eða ekki. Nei, en maður svona hefur svona grunaða þegar maður er að horfa á suma leiki að manni finnst þetta ekki vera mikið en dómarinn er að rekka út af fyrir smáveili atriði. Þá fer handboltaíþróttin að fara að náttúrulega ef að leikaraskapur er að detta inn í þetta þá náttúrulega verður handboltinn leiðilegri heldur en þessi fótbolti sem er svo leiðilegur. Já, nákvæmlega. En jú, þetta er búið að vera flott mót en Spánverjar þeir komist áfram í gær og Já, og það eru náttúrulega ríkjandi heimsmeistarar. Jú. Og það eru náttúrulega, það er svolítið fyndir endar hérna út í Katar. Það er engin áhuga fyrir íþróttum hérna heimamönnum. Nei, ég ætlaði með þetta að koma inn á það að Katar náttúrulega sigraði Austurríkismenn í gær en höllin var bara nánast tóm. Já, þeir náttúrulega vita ekkert íþrótt. Það er engin áhugi fyrir hvort sem það er fótbolti eða hvað sem er. Ef maður spyrir út í heimsmeistaramóti í knattspyrnu, þeir bara, þú veist, þeim er alveg sama. Þeir hugsa bara sína gallindir. Nákvæmlega sama. Já. Þannig að... Þú hefur það gott úti allavega? Já, ég hefði ágætlega gott. Ég var enda fyrir mjög andlu áfall í gær. Ég skoðaði við Luxemburg í gærkvöldi. Já. Það var hérna fallega flugfreyjur hérna frá Íslandi sem tók okkur fjölmiðlamenn í skoðunartúr með okkur og hérna það kom mér óvart á veitingastafni sem það var að fá og ég fór á okkur Marokko veitingastafið eitthvað og það var alltaf svona sko fresh new baby camel steak og ég var svona, mér langaði rosalega að geta þetta en það var svo flóki fyrir Íslendinga 10 manna Íslendinga hópar reyna panta allt í sikkur lagi það því að þjónarnir hérna þeir skrifa aldrei neitt niður. En hins vegar muna þeir alltaf allt. Maður bara er Íslendingur og maður er alltaf með var sig sko. Og ég var bara að velta fyrir sem það er svona baby camel. Bara fresh baby camel. Ætlaði voru þá bara að fara að henda því bara beint í sláturinn núna og svo bara beint á diskinn. Þetta var líka svona með lambið og fleira. Maður var alveg, það er svo skemmtileg í matseðlinni hérna, það er alveg hálfur verið hellingur.
og svo allir svo rosalega kurteisir og fínir hérna, það er nefnilega alveg stórmerkilegt, það er náttúrulega maður sem þrífur á mér hendurna þegar ég er búin að pissa, kjánulegt og hljómar. Er það að meina þetta? Nei, ég er að meina þetta. Já, þú ert að meina. Já, hérna. Sko. Já. Herðu, og svo ert þú náttúrulega alltaf að fara að klikka á því. Ég held að ég fara að hætta að svara því að þú segir alltaf bara gestur. Þú átt að kalla mig Sör. Ég fyrir ekki að það. Ég var að segja við kærustunum mín gerðskvöldu, ég var gestur að geta komið heim og á þess að hún kalli mig Sör. Já. Það er bara... Það verður erfitt að vinnast nýju lífinu. Ég skal muna þetta næst. Já. En það eru stórleikir í dag. Já, stórleikir í dag. Þýskaland, Egyptaland, Pólland, Svíþjóð, Ísland, Danmörk og Frakkland, Argentína. Spáðu nú aðeins í þessa leiki. Herru, hvað viltu byrja? Þýskaland, Egyptaland. Já, þjóðverðin er náttúrulega að vinna það. Þjóðverðin undir stjórn Dag Sigurðssonar er náttúrulega bara að fara alla leið. Já. Það er engin spurning. Og já, Svíarnir vinna Pólland, því að Svíarnir eru bara að gera gott mót. Já. Og fyrir miður þá held ég að Danmörk vinni Ísland. Já. Og Daninni fara þarna. Og svo er það Frakkandir náttúrulega verið ekki vandrar með Argentínu. Það verður allan að þrjú lið sem tengjast okkur í Íslandi, þannig sé eins og maður segir. Það er náttúrulega norðurliðin, sko, Svíjar og Danir, náttúrulega Danir með íslenska þjálfara, Þjóðverjar svo allt innir orðnir Íslendingar af því að við erum íslenska þjálfara. Já. Þannig að eitthvað af þessum liðum er að fara að rústa þessum Frökkum og þetta verður bara gaman að fylgjast með því. Já. Hverjir verða heimsmeistarar? Heimsmeistarar, það verður annarkort Dagur Sigurðsson eða Guðmundur Guðmundsson. Það er annarkort Þýskaland eða Danmörk. Já, ég segi það þó að það er nú bara íslenska stoltið. Já. Það er líka fínt að fara að hvíla eins Spánverja og Frakka. Já, það er bara alveg komin tíma á það. Já, nákvæmlega. En það er allir heilir í íslenska hópnum og mikil spenna og eins og ég segi, það er lítil pressa á strákunum og þeir eiga væntanlega bara að mæta og hafa gaman að þessu. Já, og muna líka bara heim í stofu að við erum að eiga þarna við með bestu handboltamenn í heimi. Það er nú bara þannig. Já. Það er raunin og já, við megum ekki skít út landslið okkar eftir þennan leik nema náttúrulega bara mæti ekki til leik, sá náttúrulega er allt í lagi, en við skulum ekki gleyma bara að ef þeir eru að fara að halda í Dani, þá náttúrulega getum við ekki annað en verið bara stoltir. Nákvæmlega, alveg sammála því. Og það er bara áfram Íslandi. Já, og svo rétt í lokin að það var að bætast selfisingar sem ég hafði upp á í gær í skoðunarferðinni. Nú. Og ég ætla að hendi í viðtal við hann í kvöld sem að kemur tíðin á morgun. Hann er nefnilega frá Liljendal, ættinni. Já. Og ég hafði ekki hugmynd það, sko. Og heitir Hafsteinn. Já. Þannig að þetta er bróðir Marin og Geir Liljendal og Gústaf Liljendal sem ég þekki ágætlega. Þannig þetta er Erlingur Örn Hafsteinsson. Já, glæsilegt. Algjör fagmaður að heimasækja og það verður gaman að heyra hvað hann hefur að segja með svona gamla góða tíma á Sólhúsi. Já, en áfram Íslandi í blíðu og stríðu, Gestur Einarsson, Sör Gestur Einarsson. Já, takk fyrir þetta. Svona á þetta að vera. Takk fyrir þetta og áfram Ísland. Já, takk ykkur sömulegis og bestu kveðjur heim. Er ekki bara ágætis veður samt? Já, það er svolítið kalt. Já, ég er nefnilega er að fara að skella mér á sundlega bakkan í sund. Æ, hættu þessu. Herra, ég heyri þér. Já, ok. Bye.